Þeir eru búið að blanda glersallanum í malbikið og efsta lagið á malbikinu byrjar að slitna, þá fer að sjást aðeins í glerbrotin og þegar að ljós fellur þá glitrar. Þess vegna heitir þetta glitbygg. Þetta er glersallinn sem við erum búin til, sem við látum síðan malbiksstöðina hafa. Og þeir blanda þessu í malbikið á sér í staðinn fyrir sandinn. Við vinnum glitbygg á svipaðan hátt og venjulegt malbygg, nema þá kemur glersalli inn sem eitt af hráefnunum okkar. Að öðru leyti er þetta ófrábrugðið annarri meðhöndlun á malbyggi. Það leggst alveg eins út í framkvæmd og útkoman er alveg jafn slétt og ánægjuleg og venjulega. Gler er í grunninn unnið úr sandi. Við erum raun bara að breyta glerinu aftur í uppruna. Þannig að það kemur ekkert óvart að þetta virki vel. Það er svona í forskýrum. Það sem okkur finnst best við glitbyggið er að þetta er gott tækifæri til að ýta undir hringrásarkerfið í framleiðslu á efni sem að allir snerta daglega. Fram á því að við fórum að nota glerið í malbyggsframleiðsluna þá hafði það bara endað í urðun. Glerumbúðirnar voru ekkert nýttar. En með því að endurvinna glerumbúðirnar þá getur malbyggstöðin nýtt þetta í staðinn fyrir sand sem að kæmi þá námun. Glitbygg býður upp á skemmtilegt tækifæri til dæmis fyrir göngustíga eða plön hjá fólki. Einfaldlega til þess að auka endurnýtingu og fólk vill að planið sitt glitri þegar sólin skín á það.